Við erum stödd í mötuneyti öldrunarheimilana á Akureyri sem mun vera stærsta eldhús bæjarins. Í eldhúsinu matreitur, fjölbreyttur hollur matur, auk þess sérfæðis sem þörf á hverjum tíma. Öldrunarheimili Akureyrarbæjar eru rekin af Akureyrarbæ samkvæmt samningi við heilbrigðis- og velferðarráðuneytið. Yfirmaður mötuneytisins segir leitast við að bjóða upp á mat sem hentar flestum. Hversu marga eru þið með í mat svona dagstaglega? Það er frá 400 til 500 manns sem við eldum. Við eldum aðeins fram yfir og þá er það bara nýtt á kvöldin. Og við sjáum þjónustu fyrir búsetudeild og sendum matabakka út í bæ. Og svo er það lögmannslið líka. Það eru 47 íbúar þar sem við sendum mat í hitakössum. Fjöldi skammta svona daglega? Það er svona 400, það fer svona eftir hvað er í matinn. Það getur rokkað aðeins til, það er mjög gott að borða. Annars er það svona 400 manns. En ekki dugar ykkur að vera með einn matseðil, það eru vantilega margir sem eru á sérfæði og svo framvegis. Já, við tökum sérfæði, það er þá mínus sykur og hveiti og salt eða brasað. Sumir borða ekki til skjólning, þá er það sett lambakjöt í staðinn. Þetta er allt skráð sko og líka út í bæ. Og það er ein bara í því að taka sérfæði á daginn. Það er það mikið magn. Hvað með gæðastaðla þið starfi vantarlega eftir einhverjum viðurkenndum stöðlum sem eru nauðsynlegir í svona starfsemi? Já, við til dæmis þrifaáætlun er eftir gámanskerfi. Það er alltaf þrifið hvern einasta dag eldhúsið og svo förum við eftir manneldismarkmiði landlæknis, saman með næringagildi og annað. Og við erum með timjankerfi og þá er hægt að sjá á heimasíðu öldrunarheimilisins matseðilinn, alveg 2 vikur fram í tímann og næringagildi líka. Tekst ykkur að framleiða heimilislegan mat, sumir eiga jafnvel erfitt með að sætta sig við svo kallaðan mötuneytismat? Já, ég tel að við gerum það að hér er allt unnið forunnið, kjöttekki í heilu, kjötfars, bollur og allt. Það er allt lagað á staðnum og engin aukaefni og við vitum hvað við erum að bjóða fólki. Og mér heyrist á íbúum að þeir séu mjög ánægðir með matinn. Hvað með til dæmis, þá súrmat? Við gerum hann sjálf, sviðasult og punga og það er hér þorrablót í febrúar og það eru 500-600 manns það kvöldið og gengur alveg snurðulaust fyrir. En þið lægið allan ykkar mat alveg frá grunni? Já, það er markmið hjá okkur að gera þetta sjálft. Þá vitum við hvað er í matnum og það getur verið að svindla á manni. En einhver kann að segja að þetta sé erfiðasta leiðin, er ekki auðvelda leiðin að kaupa bara beint frá framleiðanda, nánast tilbúið mat? Jú, það er þægilegt fyrir mig og þeir sem eru úrbenna og vinna hérna. En þetta er ekki það mikil vinna við þetta rennur alveg snurðulaust á dagvinnutíma. Ég sé að elda matinn og undirbúa allan mat og sjá til þess að allt sé til. Og það er væntanlega nauðsynlegt að maturinn sé tilbúinn á réttum tíma. Já, það þarf alltaf að vera klárt á réttum tíma og það þarf að fylgjast vel með klukkunni. Tekst það alltaf? Oftast. Kemur annars lagi fyrir að maður er að hlaupa síðustu sekúndurnar. Hvernig fylgist þið með hollustunni að það sé farið eftir því sem manneldisráð leggur til og svo framvegis? Mínir yfirmenn sjáum það að matseðilinn sé eftir manneldisráðum og við fáum matseðilinn og vinnum eftir því. Gott hráefni, mikilvægi þess þið eruð að vinna með gott hráefni af því að hér er allt unnið frá grunni. Já, það er bara gætum ekki held ég fengið betra hráefni.
Það er náttúrulega engin aukaefni í neinu og allt úrbeina á staðnum og allt nýtt sem hægt er að nýta. Er það mikil vinna? Já, það getur verið það stundum. En það fer alveg eftir því hvernig næsta vika er. Fáið þið kvartanir og svo líka hrós frá ykkar notendum? Já, það er allur gangur á því. Sumir finnst þið ekki standa okkur nógu vel og þá láta okkur vita og við reynum bara að standa okkur betur þá. En svo fáum við fullt á hrósum líka. En fáið þið óskir frá viðskiptavinum? Já, við fáum óskir og við reynum að fara eftir þeim svona þegar þær koma. Fiskibólurnar, þær eru vinsælar. Er það þessi gamli góði heimilismatur sem að blíður? Já, algjörlega. Mjög ánægð með það að fáum svona heimilislega mat og allt unnið hérna á staðnum. Já. Og svo er aðalega starfsfólki, það er mest ánægð með það þegar er franskar í matinn. Þá er nóg að gera. Hérna þýðir lítið að nota teskeiðar eða lítil mál, enda verið að matreiða fyrir 400 til 500 manns á hverjum degi. Nei, þetta er aldrei meira en teskeið sem við erum að elda. Þetta eru alveg upp í 70 kíló, 80 kíló af hráefni sem við tökum í hvert mál. Og súpan er hérna 80 lítrar á dag, eða grautar. Og við erum í mjög tæknivætt eldhús. Við erum enga stund að þessu. Þannig að þetta er sannkallað stór eldhús? Já, það má segja það. Hvenær byrjar dagurinn hjá okkur? Já, hann byrjar klukkan 8 og til 4. Og það er aldrei unnið, það er lokað hérna 4 á daginn og svo kemur hérna, það er opið á kvöldin fyrir raðhúsinu og þá kemur bara stúlka sem sér um það og tekur til mat handa þeim. Hvað er í matinn í dag? Það er rjómastektur fiskur og heitur búðingur með saft. Þetta er mjög vinsælt. Hvað er nú vinsælast svona yfir árið? Það myndi ég nú segja fiskibólurnar. Það eru mjög vinsælar hérna. Og svo þetta kjötréttir, lambakjöt er mjög vinsælt. Og við erum hérna með lambafille til dæmis í matinn. Þetta er mjög vinsælt hjá fólki. Er þetta skemmtilegt starf? Já, mjög. Við erum með skemmtilegu fólki og búin að vera hérna í 2 ár og held ég verið bara áfram.